Jæja, komið sæl aftur. Nú það Snaptækin og þá það Apple næst og eftir Android. Og það kallað Mac iOS stýrikerfi og stýrikerfi í Snaptækjum frá Apple. Persónuverndarstefna Apple svolítið sérstök. Apple segir og hefur gefið út að það geti ekki gefið þriðja aðila efni úr Snaptækinu einu. Það vegna þess að öll gögnin þínu dulkóðun leiðu búið að gera lykilorð á tækið og þeir segja að þeir geta ekki náð í þetta, náð í þessi gögn. Og það töluverður munur á Apple og Google þegar kemur að stýrikerfum fyrir þessi Snaptæki. Google gefur stýrikerfin meðan Apple sérlögur þér dýravöru sem hefur lokakerfi sem bara ætlað tækjum frá Apple. Apple vill stýra meira á notkuninu og stýra meira hvað þú gerir í tækinu. Og það kemur út af það að það bara þannig sem þetta fyrirtæki sett upp og þannig vill að vinna. iCloud skýrreikningur sem allir geta fengið sem með Apple-tæki. Og það mikilvægt að setja gott lykilorð á þetta á hana skýrreikning. Það hefur verið brotist inn í hann, það hefur verið komist yfir gögn frá Apple, svo að það ekki kannski alveg rétt að komast ekki inn í gögnin sjálfur. Og það mikilvægt að hafa tvöfaldavörn á iCloud. Það sem átt við, það lykilorð og það einhver önnur vörn sem gerir það verkum að þú komist ekki, óprútnir aðrir komist ekki allir inn. Þetta einn af þeim, iCloudið einn af þeim hlutum sem hefur verið veikur frá Apple eða hefur verið ráðist inn á. Og svo hvernig á að stilla öryggisstillingar í tækinu sjálfu, þetta gríðarlega mikilvægt til þess að verja sjálfa þig fyrir umhverfinu og á netinu sjálfu. Það fyrsta lagi að slökkva diagnostic and usage inn í stillingum. En þetta gert til þess að þá bara ekki hægt að sjá hvað þú ert að gera. Svo mikilvægt til þess að tryggja ákveðið öryggi gagnvart myndunum og öðru að slökkva á staðsetningunni hvar myndin tekin. Þá ekki hægt að sjá hvar þú ert. Og svo mikilvægt að slökkva á staðsetningabundnum auglýsingum, en það auglýsingar sem eltaði upp í tækinu eftir staðsetningunni. Og takmarka auglýsingar sem elta notendur. Það mikilvægt. Þá ekki hægt að elta þig allt. Þá auglýsendur ekki að sjá þig. Og slökkva á rekjara sem í Safari-vafranum. En það ákveðin rekjari þar sem sýnir hvar þú ert og þar hægt að staðsetja þig. Og svo annað með Google. Google fyrirtæki sem byggir á því að selja þriðja aðila gögn þig, hvað að leita af, hvað mikilvægt að leita af og annað slíkt. Það til önnur leitavél sem heitir DuckDuckGo og ef þú notar hann í Snaptækinu einu, þá ekki hægt að vita hvað þú ert að gera og þá ekki hægt að selja upplýsingar þig. Ég þakka fyrir þennan örstutta fyrirlestur Mac iOS. Næst það netvafrarnir.